Komið heil og sæl, við heilsum ykkur hérna austan. Í kvöld lítum við hjá Skorrahestum í Neskaupstað. Við hefðum aldrei getað þetta tvö einn. Það sko alveg á hreinu að þetta hefði aldrei getað gerst nema með átaki allra fjölskylduna. Heimsækjum sjónvarpsmanninn Helga Seljan á hans heimaslóðum. Og við vorum meira að leita því sem við máttum ekki vera að gera. Og það nú einhvern veginn alltaf meira spennandi. En við hefum leikinn hér á Seyðisfirði, þar sem við fáum okkur sushi á einu besta sushi-stað landsins, norðaustur. Sushi-staður í norðaustur og Seyðisfirði hefur notið mikilla vinsældar síðastliðin 2 sumur, en nú fer hver að vera síðastu því að loka opnunarhelgin þetta árið en núna helgina. Okkur langaði að fylla inn í vissa eyður sem okkur fannst vera hérna á Seyðisfirði með matsöludaginn. Það rosaflottur veitingastæður á Hótel Öldunni sem heitir Nordic og þar skandinavíska eldhúsið með frönsku fusion, ef maður má nota það fallega orð, og svo Skaffir Bistro sem svona léttumatur og grænmetisréttir og pítsur. Þannig okkur fannst vanta eitthvað inn í flóruna og okkur langaði sushi. Það sem við lögum upp með líka var að það er öðruvísi staðar en hérna. Kæmi fjölbreytti leikinn, þannig að fólk getur valið fleiri hluti en það sem er. Þannig það er kannski svona upphafið þessu bara. Alltaf 80% af því fiskmeti sem notað er í sushi-gerðina kemur úr fjórðungnum. Við erum alltaf rosa stoltir af þessu og höfum verið ofboðslega heppnir og duglegir að fá gott starfsfólk með okkur og sett markmiðin hátt. Starfsfólk hefur svo verið það frábært að vilja sett markmiðin hærri en við. Þannig að við höfum kannski bara verið það einbeittir að halda þessum viðmiðum og vilja alltaf fara hærra. Hvert einasti dagur þú þarft að miða hærri en í gær. Þetta er bara kapphlaup og þú ert aldrei búinn. Við finnum það á þeim kokkum sem koma hingað. Þetta eru menn á fínustu stöðunum erlendis frá og mikla reynsla. Þeir eru að senda vinum sínu myndir af fisknum, hvað fáum ferskan og flottan og þeir eru alveg að missa sig hvað þetta er frábært hráefni. Þannig að fá að vera partur af þessi hringrás að fá fiskinn bara hérna upp á morgni og á borða á kvöldi, það er æðislegt, ómetanlegt. Harla óvenjulegt er að sjá sushi-stað á heimsmælikvarða í litlum bæ út á landi. En hafði fólk trú á hugmyndina áður en farið var af stað? Nei, og hefur það varla ennþá. Finnst einkennilegt að í svona litlu bæ að skuli vera sushi-staður. En fólk fannst það líka uppalega þegar það byrjaði að selja kaffibolla. Það er bara, þú selur ekkert kaffi og getur fengið það gefins í bankanum. Akkur átt að selja með kaffibolla. Ég held kannski fólk sem meira og meira að átta sig á því að það er sem alveg sama hvað að gera vel, þá er það ekkert vitlaus hugmynd. Viðtökurnar hafa verið frábærar og fallegar, og það sem mér er skemmtilegast og vænstum og okkur öllum hérna er að það eru rosa mikið Íslendingur sem koma þetta og fólk er að gera sér ferðir með fjölskylduna sín og börnin sín og vilja bæði fræða þau um það sé hægt að borða fisk. Fiskur er ekki bara fiskur, heldur að það sé hægt að fá mjög góð útgáfu og börnin eru mjög spennt og þannig að þetta er orðið staður, bara fjölskyldustaður, mikið af fólki í Íslendingum, mikið af túristum sem verða að hissa sér í svona litlu þorpi hægt að fá mat á þessu leveli. Þannig að það er bara rosa gaman. Við höfum aldrei verið með veitingastað sem jafn mikil handavinna í. Hver einasti biti er endalausa handtökum og það er rosa gaman að fylgjast með þessum fagmönnum, hvað þeir eru ofboðslega naskir á hráefnið og hvað þeir eru að vanda sig við hvern einasta bita sem send út. Það er rosafallegt að sjá það. Davíð hefur verið lengi í veitingarekstri og segir fátt orðið koma sér á óvart í bransanum. Uppákomin er náttúrulega jafn margar og dagarnir og þú færð alltaf eitthvað, þú hættir aldrei að vera hissa þegar þú vinnur í þessum bransa. Það snýst svolítið að vera í þessum bransa að vera leikari og halda andliti og halda góðskapinu. Ég hef lent í að hér hefur komið fjölskylda og panta mat og allt eðlilegt við það, þau panta en svo kemur þjóðnumtíminn og segir ég hlýt að hafa misskilið. Getur þú farið á borðið? Það getur ekki verið þetta. Ég kem á borðið og þá vil ég bara fá cornflakes. Bara cornflakes á borðið. Barnið er á borðinu og ekki hvað sem er og hún vil bara fá cornflakes. Og maður stendur hana svolítið svona, já, auðvitað fyrir maður á sushi-stað og panta sér cornflakes. Það er bara eðlilegt. Og ég segi já, við finna út af því og þá náttúrulega sjálfsögðu verið að vera möndlumjólk. Hún drekkur ekkert venjulega mjólk, þannig að möndlumjólk með cornflakes. Það sé bara hrettað eins og öll öðru í bransanum. Það er bara
já, við eigum þetta á lager, bara gjörðu svo vel. Og það kannski að skemmtilega við þetta, það enginn dagur eins. Þú ert alltaf að vinna með fólki og fólk kemur alltaf óvart og ef maður ætlar að vinna í þessu, þá verður maður bara að hafa gaman að þessu. Þetta lífstíl, maður verður að njóta þess. En kannski svona rétt að lokum. Ég rosalega forvitin þennan hérna rétt. Ég hef ekki séð hann áður þó ég hef oft borðað hérna. Nei, þessi réttur þykir mér rosa vænt. Hann inspiraður af íslensku hráefni. Þetta fiskurinn okkar og svo í botninum skyr sem þeir eru búin að bragðbæta og vinna með og fá að passa betur með fisknum. Þetta reykt bleikja sem við reykjum sjálfur og bragðsamsetningin verður ótrúleg. Ég hefði sjálfur ekki hugsað mér að fá mig skyr með súsíinu minn einhvern tímann, ekki frekar en ég fæ mig cornflakes á súsístað en ég greinlega endaði í því að fá mig skyr með súsíinu mínu og það æðislegt og skemmtilegt að fylgjast með svona listamönnum koma með diska, til dæmis eins og þessi hérna, þetta algjörlega minn uppáhaldsdiskur hérna vegna þess að ég var vitnaði þegar hugmyndin að fæðast frá því að verður hugmynd og þannig fullbúinn diskur. Þannig var að þegar yfirkokkurinn kom til okkar fyrst, þá keyrði hann engan hringinn. Það var mikið að pæla í Íslandi og hrauninu, jarðhitanum og allri orkunni sem hérna. Þannig að hún fannst klárlega að maður ætti að nota steinin, þannig að þetta bara heitt hraun og að elda á því, sem að ég hef ekki gert mikið af. Þannig að við unnum hellingsvinnu í að finna rétta steinin til að geta hitað og að sjá glampan í augunum meðan að búa þess að frá því hugmyndin verður, þá ætlaði að hanna hann, þá ætlaði að allt í kringum hann og líka það sem rosa fallegt af hráefni sem fiskum sem ofan á þindin sem ekki mikið notuð yfir henni bara hent en að breyta því í einna bestu diskunum æðislegt og mér þykir rosalega vænt þennan disk en ég var svo heppinn að fá vera ef ég var viðstaddur fæðinguna það ekkert leiðilegt og fá að fylgjast með honum vaxa og dafna og verða að fullorðnum rétt æðislegt. Það var rosalega. Verðum við ekki bara að fara að henda okkur í þetta? Jú, þurfum við ekki að fórna okkur í það? Er það ekki? Jú. Sárjaskóa, syðri flóa, Sárjaskóa, syðri flóa, syngur lóa út í móa, bí, 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 vorið komið vist á ný. Fjölskyldan á Skorrastöðum í Norðfirði hefur lengi verið þekkt fyrir gestrisni sína og í mörg herrans ár hefur hún opnað heimili sitt fyrir ferðamönnum. Í dag búa Þórður og Theodóra kona hans ásamt fjölskyldu sinni á Skorrastöðum og reka þar meðal annars hestalegu. En Doddi, eins og Þórður jafnan kallaður, fæddur þar og uppalinn. Ég fæddur og uppalinn hérna og ættin mín búin að sitja hérna stað eitthvað á annað 100 ár, ekki langt á annað 100 en svolítið. Og afi minn og amma bjuggu hérna og síðan foreldrar mínir og ættingjar fleiri. En segðu okkur aðeins frá starfseminni sem þið hafið byggt upp hér, þú og Thea. Já, við sem sagt fórum á imprunámskeið til að stofna fyrirtæki þarna 2008 og svo stofnuðum við þetta fyrirtæki Skorrahesta þarna vorið 2009 og það bara, var þetta fyrst hugsað sem hestaferðafyrirtæki og stemdi bara á langar hestaferðir en það hefur nú ekki gengið alveg eftir, það hefur vissulega verið hestaferðir alltaf í gangi en það hefur ekki orðið svona, núna síðustu árin ekki verið aðalmálið. Þarna svona 2-3 ferðir á ári kannski, en þessar styttri klukkutíma, 2 tíma, 3 tíma reiðtúrar getur sagt, eru svona, já, meira ábyrgandi núna. Á Skorrastöðum ekki eingöngu rekin hestaleiga, en þar að finna gallerí og gistihús í nýuppgerðri Hlöðu. Það var náttúrulega þannig að meðan að faðir minn var nú ennþá á lífi og við hestaheilsu þá eiginlega stóð hann fyrir því að byrja hér á að taka hluta af Hlöðunni sem svona, já, svefnloft, gistihús. Og þá var galleríðina tefu sko bara niður í. Og þetta var svona í 12-13 ár og þá svona var farið út í meira.
og þetta endaði með samstiltu átaki fjölskyldunar allra auðvitað í þessu gistiheimili sem við erum með núna. Þannig að við getum eins og með þessum 2 herbergjum sem við höfum leyfi fyrir inn í húsi hjá okkur tekið á móti 23 gestum í líklega 6 herbergjum og gistilofti. Doddi og Thea fá frábæra dóma frá gestum sínum á booking.com og segir það allt gestrisnina sem þau eru svo þekkt fyrir. En gestrisni ekki það eina sem hjónakornunum til listalagt. Doddi syngur eins og herforingi. Óli, Óli, Óli skans, hei, voðaleg, vargur var konan hann. Da-na-na-na-na, da-na-na-na-na. Og Thea mikil listakona og rekur galleri á staðnum. Já, ég byrjaði að teikna og mála, ég byrjaði á því þegar ég var í Neskaupstað. Þá fór ég ekki í skóla, ég fór beint í vinnu og mér vantaði einhverja afþreyingu og þá var mér sagt að hér væri myndlistafólk og ég pröfaði og ég fékk áhuga og ég byrjaði á bara hörpusilki að mála myndir og lærði svoleiðis hjá bara fólkinu sem við vorum með. Síðan seinna meir þá fer ég út og fjölskyldan til Danmerkur en ég var alltaf að mála og teikna, ég hafði mjög gaman að því. Árið 1998 þá förum við til Danmerkur og maður minn fór í skóla og börnin líka og ég hafði ekkert að gera svo ég fór þarna í hús sem heitir Húsið sem byggt upp eins og punkturinn og lærði þar aðeins á leirinn og varð alveg hugfangin. Thea vinnur líka með ull sem hún þæfir sjálf, en hróður hestana sem hún vinnur í leir hefur farið víða. Ég búin að fara á landsmót með hestana mína og Hrafnagil og Seyðisfjörð að búa til hesta meðan fólki að horfa á, sem mjög gaman, mér finnst það frábært alveg. Það bara einhvern veginn, þegar ég byrja sest niður og hefur næði, þá kemur eitthvað yfir mig og ég get séð hestana bara í leirnum. Hvernig eru ferðamenn að taka í vöruna þínar? Þeir alveg bara, ekki til orð, alveg bara hugfangnir. En þetta fjölskyldu fyrirtæki, það ekki? Þið eruð öll saman í þessu? Jú, það má segja það, svona, við erum meira að minna öll í þessu. En það nú ekki komið neitt form á það ennþá. En auðvitað kemur einhvern tímann nákvæmlega form á það hvernig þetta verður því að það þarf alltaf að stofna eitthvað form utan alla hluti. En eins og teljumst við nú alveg fyrir þessu viti, en þau hjálpa okkur krakkarnir. En það samt svolítið hjartslátturinn í þessu hjá okkur, það ekki? Það ekki þessi samheldni? Ég meina, nú dóttir þín með þér í hestaferðunum, hinn dóttirinn líka, maðurinn hennar og maður getur meira að sé barnabörnin getinn á heimasíðun ykkar. Jú, vissulega, það náttúrulega, við hefðum aldrei getað þetta 2-1. Það alveg á hreinu að þetta hefði aldrei getað gerst nema með átaki allra fjölskylduna. Hvað myndirðu segja væri ykkar séreinkenni við ykkar ferðaþjónustu? Já, ætli það sé ekki þessi persónulega nálgun, ég alveg vissu það. Það bara það að taka vel á móti gestunum, gefa sér tíma fyrir hvern og einn og við getum það ennþá af því þetta ekki stórt. Ég sé ekki þetta fyrir mér að þetta sé hægt á stórum hóteli til dæmis, það bara ekki hægt. Maður kemur sjálfur inn á hótel og jú, það mæti menni kannski oftast gott viðmót í móttökunni, eftir það ertu bara algjörlega einn eða með þínum maka. En hérna erum við að reyna og gerum í því að tala við gestina, sitja með þeim og svara spurningu þeirra til dæmis hvað þau vilja spyrja gönguleiðir eða hvað þau geti gert hérna í firðinum eða hvernig þau eiga að haga ferð sinni þegar þau halda áfram. Þannig við sitjum með þeim og pælum þetta. Og ég held að þetta persónulega sem við erum með, ég held að þetta sé svona aðalatriði sem að myndi einkenna okkur.
Fjölmiðlamaðurinn Helgi Seljan á ættir sínar að rekja á Reyðarfjörð þar sem hann sleit barnskonum frá 12 ára aldri. Við heimsóttum hann á ættaróðalið Seljateig og fengum hann til þess að segja okkur frá sínum heimaslóðum og bernskubreykum. Hvar erum við hérna, Helgi? Við erum í Reyðarfjarðarhreppi hinum forna, held ég. Við erum hérna í landi Seljateigs sem svona, hvað ég segja, svona South Fork fjölskyldunar, eins og í Dallas. Já. Nema við eigum ekki neina olíu og erum ekki droslega rík og það er engin svona drikkfeld Pamela í þessari fjölskyldu. Þannig að þetta er eiginlega alveg eins og í Dallas nema sögutráðurinn. En já, afi sem sagt á þetta hús og þetta er hérna rétt fyrir utan Reyðarfjörð og þetta var gert upp fyrir nokkrum, 10 árum síðan held ég. Og svona eigum við svona athvarf fjölskyldan. Hvað svona vorum við helst að brasa á Reyðarfirði? Hérna í fásinnu, menn voru, nei, við vorum hérna, það var nú ýmislegt sko. Við vorum svolítið í náttúrulega fótbolta og sofa bara svona allur fjandinn. Við náttúrulega fundum okkur alltaf eitthvað að gera. Við vorum, við vorum kannski meira að leita því sem við máttum ekki vera að gera og það er nú einhvern veginn alltaf meira spennandi. En við vorum náttúrulega þvælast niður á bryggju og kringum bræðsluna og svona og niður í, svo vorum við náttúrulega synd í ánni svolítið heima, búðaránni og svo vorum við náttúrulega svona þegar við fengum svona hvolpavitt, þá vorum við náttúrulega svolítið svona í því að hrella stelpunar. Helgi stofnaði framboði biðlistan ásamt félögur sínum þegar hann var 22 ára gamall og var hann bæjarfulltrúi í Fjarðabyggð 1 kjörtímabil. Ég var að vinna í netagerðinni hérna á Eskifirði. Það var búin að vera á sjó hérna og fór svo að vinna í netagerðinni og þar sem sagt fengum við þessa hugmynd að stofna þetta framboð. Nýtt afl í sveitarstjórnarmálum Fjarðarbyggðar var kynnt á álverslóðinni við Reyðarfjörð í dag. Það nefnist biðlistinn og ætlar að bjóða fram til bæjarstjórnar í vor. Svo var okkur það ljóst mjög snemma að værum líklegast bara á leiðin í bæjarstjórn. Og hver voru svona stefnumálin? Þau voru nú kannski ekkert rosa mikið ljós sko. Ég man nú reyndar að við vorum talsvert að vinna með það sem að Jón Gnarr og Bestiflokkurinn var með seinna. Við vorum mikið í því að lofa því að svíkja allt. En eru þið ekki bara að gera grín? Gera grín og ekki gera grín, ég meina geta þá ekki alveg eins hinir verið að gera grín. Við erum ekkert grínframboð og höfum aldrei gefið okkur úti fyrir það. En þó að við séum ekki alltaf eins og við séum í miðri jarðarför, þá náttúrulega verðum við að hafa gaman að þessu. Því að þetta náttúrulega verður ekkert skemmtilegt nema menn hafa gaman að þessu. Aðalkosningaloforðið var einhvern veginn þannig að við ætluðum helst ekki að taka neinar ákvarðanir, við ætluðum bara að láta alla aðra það. Og ætluðum að hafa hér íbúakosningar bara allt frá því hvort að þetta setja upp aðra stöðvunarskyldu á Reyðarfirði eða hvernig það væri. Hvað er ykkar fyrsta verk ef þið kæmust til valda? Til valda í bæjarstjórn? Já, fyrsta verk, en að stoppa eins, ég ætla að fá að hugsa. Við tókum fyrstu skóflustunguna á álverinu hérna. Sem var nú eiginlega svolítið grína því að það var náttúrulega búið að vera stanslaust beðið eftir þessu álveri hérna alveg. Já, ég held bara í 20 ár eða eitthvað. Eða lengur og einhvern veginn á meðan fannst okkur voða lítið hafa verið gert, eiginlega ekki neitt. Og okkur fannst líka bara komið tími til þess að fara að taka fram fyrir hendurnar á þeim mönnum sem hvað mest hafa gengið þetta svæði og oft kannski gleymt bara að taka með sér skófluna held ég. Svo tókum við við fórum með svona gamlan handbor hérna suður fyrir fjörð og byrjuðum á Fáskrúðsfjarðargöngunum. Þannig að þið hafa verið brautirindar á mörgu leyti? Þetta gekk svo allt saman eftir, þetta fór allt í gang svona fljótlega eftir það. Þegar einhvern veginn, maður hefur á tilfinningunni svona, það hafi bara vantað að einhvern myndi byrja. Og þetta var náttúrulega klikkaði tímið, þú veist, ég var hérna 22 ára einn í eini bæjarstjórnarfulltrúinn, okkur munaði sko 6 atkvæðum að við erum 2 í bæjarstjórn. Og við felldum hérna náttúrulega meirihluta sem hafi verið hérna í sko á Norðfirði og svo hér, svona vinstri meirihluti sem hafi verið hérna í sko 50 eitthvað ár og það var sko, það var ekki einu sinni til svarthvít mynd af fyrsta vinstri meirihlutanum á Norðfirði. Það hafi verið til blýantsteikning eitthvað svona. En
þannig að við feldum hann, þannig að þeir launuðu okkur það með því að mynda meirihluta með framsóknarmönnum og við vorum í minnihluta með sjálfstæðismönnum og þetta var mjög skemmtilegt og það var náttúrulega svo mikið að gera hérna. Það var stanslaust, það var náttúrulega verið að byggja upp álverið, eða verið að byrja á því. Þannig að við vorum á endalausum fundum með einhverjum svona businessköllum og þessum forstjóra Alcoa sem að leit svona út eins og einhverju aukaleikari í Sopranos manni. Hann kom inn alltaf á einkaþotu og svo var að stanslaust verið eitthvað, vorum að hitta hann á einhverjum svona kvöldverðarbóðum og þetta var mjög skemmtilegt. Og man þetta svona ótrúlega fyndnum momentum þar sem ég var einhvern veginn 22 ára á einhverjum gala dinner upp á Egilsstöðum með forstjóra Alcoa og þetta var rétt það leyti sem að Íraksstríðið var að byrja og ég var að spurja hann að því hversu mikið þeir myndu græða á Íraksstríðinu og ég man eftir því að að þetta hafi verið Smári Geirsson og Guðmundur bæjarstjóri sem svona voru orðnir frekar vandræðalegir yfir því að hafa með hana. Þegar það var skrifað undir samningarna um álverið þá var líka var eitthvað partí, svona lokað kokteilbúð og þá mætti bandaríski sendiherrann og þá var einmitt bara, hafði árásin í Írak bara nýbyrjað og ég fór eitthvað að spurja hann út í hana og endaði hann í háaðar yfirlindi við bandaríska sendiherrann og ég man að Jón Kristjánsson sem seinna var heilbrigðisráðherra, mikið eðalmenni, hann kom og svona steig mig út úr sendiherrannum einhvern veginn. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt. Og mjög gaman að fá að kynnast þessu. Ég held við höfum nú ekki markað djúp spor hérna í sögu bæjarfélagsins sko, en þetta var gaman sko. Við plötuðum Helga á göngu og fengum hann til að sýna okkur eftirminnilegustu staðina. Jæja Helgi, hvert erum við núna komin? Herðu, nú erum við komin hérna að Búðaránni. Svona hálfa leið á milli brúarinnar í bæ og svo Stríðsárasafnsins, eitthvað svoleiðis. Já. Hérna Herdísarvík. Við skýrðum þetta í höfuð á Herdísi Stórgård sem var alltaf að láta mann setja svona öryggislæsingar á ruslaskápa og eitthvað svona að vinna hjá einhverju tryggingafélagi. Af því að við vorum alltaf að hoppa hérna í ána þegar ég var lítill. Í hylinn eins og með einhvern veginn? Já, hoppum inn í hylinn og svo vorum við að fara í fossinn hérna litla hérna fyrir ofan. Já. Og það er svona eins og rennibraut, það sést illa núna þegar það er svo mikið í ánni. Það sem maður gæti sest og svo fór maður niður með straumnum og fór að bóla kafana. Já. Bara í halva mínútu eða eitthvað. Það sjálfsögði enginn með einhvers konar öryggisbúnað þá? Nei, það þekktist ekkert á þessum tíma. Ég veit nú ekki, ég held að það er svona krakkar eitthvað að synda hérna núna en ég fæ nú alveg svona aðeins í foreldrið einhvern veginn við að sjá þetta núna sko. En þetta var, þegar það var gott viður, þá var ótrúlega gaman að vera hérna og hylurinn er náttúrulega alveg svaka djúpur. Ef ég væri Tóri Vilhjálmsson, þá myndi ég klæða mig úr þetta núna og stökkva í þetta fyrir því. En ég er einhvern veginn bara Guðbergur Bergsson held ég, þannig ég nenni því ekki sko. Nei, ekkert mál. Sko, núna erum við hérna aðeins neðar í ánni, endar. Hérna var bryggja. Já. Í gamla daga, fyrir svona 30 árum síðan eitthvað. Hérna vorum við ofta að veiða marhnúta og við Andri fengum þá frábæra hugmynd. Ég held að ég og Andri og Hannes frændi minn held ég að við fórum að veiða marhnúta hérna og þessi þró hérna sem að tankarnir er í, hún var full af vatni eða sjó og við veidum hérna marhnúta í heilan dag og slepptum hérna og ætluðum að fara að ala marhnúta. Marhnútaeldi? Já, ætluðum að fara í marhnútaeldi. Já. Svo komum við hérna, hvort það var ekki bara kvöldið eða morgunin eftir eða eitthvað, þá var ekki einn einasti fiskur í og ekkert vatn í kvínni sko. Þá höfðum við ekki áttað okkur á því stjarneðlisfræðingarnir að það gætir flóðs og fjöru hérna og það er gat gott ef ekki nokkur frekar stór á kvínni sko. Þannig að við vorum líklegast að veiða sama marhnútin hérna heilan dag sko. Þegar maður fyrir að pæla í því þá var þetta nú eiginlega bara svona dæmigerð saga af þessu íslenska fiskeldi held ég. Já. Svona þú veist, við verið að bisa með einn fisk sem alltaf sleppur einhvern veginn. Bjössi Trukkur sem kallaði var, sem var hérna á SO, hann var búinn að segja okkur að það væri alveg hægt að éta marhnúta. Þannig að við sáum fyrir okkur alveg gríðarlegan markað. Ég held að hann hefði bara verið að fíblast í okkur sko. En ég er alveg viss að þetta er eitthvað sem að, þú veist, við hefðum getað orðið bara næstu samherja frændur eða eitthvað.
ef að þetta hefði gengið eftir. Ef að menn hefði ekki hlegið þetta niður hérna hjá okkur. Fyrir utan þorpið stendur steinn uppi hlíðinni sem að margir hafa reynt að hreyfa úr stað gegnum tíðina án árangurs. Þessi steinn náttúrulega eitthvað svona legend. Ég veit ekki til þess að hann heiti neitt, en ég fæ ennþá alveg svona smá fiðring þegar ég sé hann sko. Þegar maður að keyra hérna milli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar. Það eins og hann hangi gjörsamlega á bara bláþræði. Já, bara á lýginni þarna upp frá, sem svo alls ekki rétt sko. Við vorum búin að gera nokkrar tilraunir og ég veit að það eru kynslóðir og undan okkur búin að gera tilraunir til þess að reyna að koma þessu steini þarna niður og hann fer ekkert sko. Og fyrst að Benni Matt gat ekki lyft honum, þá hann ekkert að fara neitt sko. Einhvern veginn minnir mig að einhver hafi sagt mér að hann væri raun fastur, eins og þeir brotnað utan á honum eða eitthvað sko. En það er sjálfsagt fyrir alla að reyna sko. Þá er þetta komið hjá okkur í kvöld. Við kveðjum ykkur hérna frá Seyðisfirði. Sjáumst í næstu viku. Bless, bless.